mér finnst orðið kvíði í dag vera orðið samheiti yfir feimni, áhyggjur, ótta, stress, óöryggi og eitthvað slíkt. Þannig að allir bara, heyrðu, ert þú kvíðinn? Heyrðu, taktu bara pillu við því. Getur þú ekki sofið? Já, taktu bara pillu við því. Þetta hluti af þroska hvers og eins. En getur það verið að því að við sem foreldrar erum ekki búin að leyfa þeim að þurfa að takast á við almáttugur, ég geti einhver vandamál eða aðstæður? Sko, ég var sjálfur pottþétt þroskaþjófur. Sífellt að skutla, sækja, smyrja nesti, búa rúmið, þvo föt og hjálpa endalaust. Þannig ég að taka þroskan af börnunum mínu seinna þegar þau virkilega lendi í mótlæti. Þannig að já, krakkarnir við foreldrar að mér meðtöldum erum ekki að standa okkur nógu vel hvað varðar ég ætla bara að segja uppeldismál. Ég skynja, já, og það náttúrulega bara ég að lesa greinar, ég að lesa bækur, ég tala við foreldra, ég tala við kennara, ég í daglegu sambandi við kennara þótt ég sé ekki að segja frá því út af við bara hvað ég heyri. En já, börnum líður mun verr og þau eru óöruggari með sig, þau eru kvíðnari, stressaðir, óöruggari heldur en fyrir mörgum árum. Nú hugsa einhverjir, já, ég meina barn í skólanum til 4 á skólinn ekki bara að sjá þetta? Guð minn almáttugur. Veistu það, að vera kennari í dag með kannski 3-4 ólík tungumál, 3-4 ólík þjóðerni fyrir utan kvíðan, stressið, depurðina, eineltið, ADHD og svo framvegis. Þetta bara kraftaverka fólk. Þorgrímur nefnir 4 atriði sem hann telur brýnt að ganga í strax. Í stuttu máli það bara engir snjallsímar undir 14 ára aldri, engir samfélagsmiðlar undir 16 ára aldri, símalausir grunnskólar og aukin hreyfing og útivera barna og ungmenna. Þetta myndi breyta helling? Það bara rannsóknir sín, þetta myndi breyta næstu kynslóðum. Spáði það. Umhverfisvá og